við getum kannski ekki talað að breyta kerfinu og miða allt endilega daginn í dag. 40% af eignum lífeyrissjóða eru í erlendum eignum nú þegar og ástæðan fyrir að tala 80% vegna þess að þetta það sem ég myndi telja að vera eðlilegt fyrir sjóðuna að vera svona, bæði sem svona framtíðar hugsun að geyma þetta stóran hluta af fjármagninu. Það sem kemur inn í kerfið okkur einasta ári í kringum 100 milljarðar. Það sem kemur inn í iðgjöldum. Það sem fer út úr sjóðunum í kringum, ég man ekki alveg, 25-30 milljarðar sem fara út til greiðslu. Og það sem stendur eftir eru 70 milljarðar sem eru þá tilbúin til fjárfestingar og þá náttúrulega öllu leyti hérna á innlendum markaði sem náttúrulega hruninn og náttúrulega alveg vonlaus. Síðan náttúrulega gjaldeyrisöfn og svo framvegis. Þau verða ekki til eilífðarnóns en ég hef líka bent á það að þegar aðilar vinnumarkaðar tala að það þurfi svo mikið að fjárfesta í atvinnulífinu og það þurfi svo mikið að fjárfestingu þegar að kannski mismunurinn af iðgjöldum og útgreiðslum í lífeyrissjóðunum geta coverað virkjana vandamálin í fjárfestingavandamál bæði orkuveitunar og Landsvirkjun til samans á einu ári. Þannig að það hægt að binda þetta fjármagn á markvissan hátt. En ég tali bara eðlilegt út á stærð kerfisins og stærð kerfisins þegar það dæmi snýst við. Iðgjöldin inn í lífeyrissjóðakerfið verða öllum líkindum hærri heldur en útgjöldin næstu 15 árin, lágmark. Þannig að þegar það dæmi snýst við, þá þarf að selja eignir. Og ef við ætlum að geyma þetta þennan tíma, þá eðlilegt að geyma stóran hluta af þessu erlendis. Við höfum dæmi eins og með norska olíusjóði, þeir fjárfesta lítið eða ekki neitt á erlendum markaði til að hafa ekki ómikil áhrif á erlenda markaði. En sko það sem þetta gerir það líka að eiga erlendareignir, það ákveðin verðtrygging í því. Og til langstíma þá jafna þessi sveiflur sig út og verða rauninni verðtryggðar. Þess vegna voru til dæmis gjaldmiðlasamningar lífeyrissjóðanna algjörlega óskiljanlegir vegna þess að gera gjaldmiðlasamningar væri skiljanlegir ef þú þarft að nota þessar erlendu eignir í íslenskum krónum eftir einhvern stuttan tíma sem 1 eða 2 ár. En þegar við sjáum það að það er mikið að losa eignir til þess að standa undir skuldbindingu fyrir til 15 ára fyrsta lagi, þá voru þessi samningar rauninni bara áhættuspil af verstu sort og óskiljanlegir. En mín sýn á kerfið einfaldlega svo að við erum ekki með of mikið af fjármagni í lífeyrissjóðakerfisins á innlendum mörkuðum. Það er margþætt, bæði til þess að minnka vægi lífeyrissjóðanna í íslensku viðskiptalífi. Þeir hafa verið gríðarlega valdamiklir fyrir hrun og það er ekki minna eftir hrun síður en svo. Ég ekkert ósammálaður í þessu máli. Það einu sem ég að reyna að fá út í það að því við erum landið aflar bara rauninni cirka 4 milljarðar dollara á ári. Já, þetta gerist ekkert á einu ári. Þetta er bara yfir skilur það verður að tala bara með því að taka iðgjöldin hluta. Þjóðarbúið líka að taka gríðarlega mikið af lánum erlendis frá bæði Landsvirkjun og fleiri fyrirtæki. Og það er að nýta peningasjóðana til þess að fara út í langtíma lánveitingar til meðal Landsvirkjunar og orkuveitunar og eitthvað sem við þurfum ekki að nota þessar fjármuni fyrir eftir svo mörg ár. Og mér finnst eðlilegt að þessu svo dreift mun víðar heldur en gert þegar. Og ég ansett að því að fara þessir framvirku samningar sem þú voru að gera ekki samningar. Voru íslenski bankar sem voru að selja svona ráðninga, eða hvernig var það? Þetta voru lífeyrissjóð Verslunarmiðstöð aðalega samningar við Íslandsbanka og Kaupþing. Ég ætla að velta í fyrir hvort Þetta neita að sýna þessi samningar. Forsendurinn. Já, málið er það, ég velti fyrir mig Landsvirkjun gerði líka alveg við þessu samningar, þannig að þegar bankarnir fundu að þá töpuðu þeir á framvirku samningunum sem hefðu átt að halda þeim, skilurðu, sem hefðu átt að halda þeim, þannig að ég er svona velta í fyrir mig hvort þetta hafi ekki bara verið, hvort að lífeyrissjóðirnir hafi ekki bara, hvort það hafi ekki bara verið dílar til þess að, ég held að, já, til þess að útrásaríkingarna eða hvað það verið, þeir þurftu náttúrulega að vera að koma gjaldir úr landi og hvort að þessi stofnanir hafi ekki bara verið notað.
Ég held að, sko mín þjóri er svo ég bara segja hreint út, að ég held að lífeyrissjóðirnir hafi meðvitað gert samninga gegn betri vitund til þess að færa eignir úr almannasjóðum yfir í félög sem voru mjög nátengt sjóðum, menn voru tengdir allar hringinn í þessu batteri, en þeir kannski reiknuðu ekki alveg með hruninu, þannig að eignatilfærslur upp á 20 milljarða kannski í kerfinu öllu, verður kannski eignatilfærslur upp á eitthvað sem við vitum ekki vegna þess að við megum ekki sjá samningana. Það er leyndarmál. Sem stákaði gengið voru gerðir á okkur fast. Ég er að fara í takk fyrir aðeinslega skemmtuna og Margrét fyrst og svo Margrét. Þetta er nú að vera svolítið langt fundi hjá okkur, en sko, það sem maður er búin að vera að fylgjast með þessum kjarasamningi núna og mér finnst þetta svona eins og þetta sé bara alveg ótrúlega slappt leikrit. Og sérstaklega sko að því ég fékk handritið fyrir ári síðan á þessu öllu saman. Þá fréttum við að því að LÍÚ ætlaði og SA ætlaði að bara hleypa öllu upp og reyna að styrpa ríkisstjórninni í kjarasamningum út af kvótanum. Og allt þetta ræddist bara alveg gjörsamlega og í dag sko, ég reyndar hef einhvern veginn ekkert náðan að seinnipartinn að fylgjast með fréttum og í kvöld af því að það var í vinnunni og svo hérna og mikið einhvern veginn að gerast. En ég er ekki búin að lesa samningun, ég er ekki búin að lesa yfir hvað ríkisstjórnin ætlar að gera. En sko, seinast ég vissi, sko, þá átti loksins kvótafrumvarpið að liggja frammi. Þingmenn í stjórnarflokkunum virðist lítið hafa verið að hafa yfir ráðið, en LÍÚ hafi verið þarna við borðið allan tímann. En þetta virðist verið að ganga einhvern veginn fullkomlega upp. Og ég bara spyr, hvað er að launþegum? Hvað er af hverju? Er þetta einhver einleikur hjá örfáum mönnum? Hvar er fólkið sem þessi menn þykist vera að semja fyrir? Hvar er þetta fólk? Fjölmiðlarnir eru að ljúga fólkinu, fólk hefur engar upplýsingar. En af hverju fer fólk ekki, við vorum búin á 21. öldinni, af hverju leitar fólk ekki eftir upplýsingum og krefst þess að þeir sem eru að vinna fyrir þá vinni vinnunum sín? Kannski getur að fara í bíó og... Ég er ekki skammað þig, en ég bara skilur. Svarið sem að ég gef með þér að spila sjálf með þessar spurningar er bara rauninni taktík. Þetta er taktík sem að verða að nota gegn launafólki og almenningi í landinu. Þetta er ákveðið, þetta er svo þreyta lags að fólk þegar maður er búin að horfa á svona sýndarveruleika. Þetta er ekki hægt, það er allt svo, það er allt í járnum og bla 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 og það er ekki hægt að gera neitt í lánamál, það er ekkert hægt að gera og það er allt og svo bara kemur allt í einu samningu, hann er aðeins hærri heldur en þeir voru búin að hafna fyrir einhvern tveimvíku sér. Það er svona verið að þetta er svona þessi heita kleina sem ángar alveg nýbökum fyrir annan fólki og fólk er svona að fara að trúa því virkilega að þetta sé það besta sem það fár. Það trúi því einhvern veginn virkilega að þetta sé, þú veist, að skúta sér gets og þetta er einhvern bara... Það getur ekki verið rétt, því allir sem ég hef heilt í og ég hef að vinna á fjölmennustað, enginn sem vil þess að kleina. Nei, ég veit það, það er svo bara spurning. En svo heyrist ekki til fólk. Hversu lengi geta þeir leikið þennan leik? Ég meina, hversu, þú veist, þetta er bara svo, þetta er svo margir sér, þetta er sami farsi, við erum búin að sjá þetta leikið 100 sem að búið að sína þetta í mörg ár. Þetta smá punkt, ég vakti athygli á því á fundi, ég held að það hafi verið annar fundurinn af tveimur sem ég hef setið í samninganefnd VR. Það er ekki það var svona upplýsingafundur. Ég hef verið að bæða skrifa og bent á að við getum notað fleiri tólur en verkfallsaðgerðir og eins og ég bent á að nota til dæmis stöðu okkar við lífeyrissjóðakerfisins við að sjá til þess að lífeyrissjóðakerfið okkar að það fjárfesti ekki frekar í íslensku atvinnulífi fyrir en tilveruréttur launþega á Íslandi verið tryggður. Og það held ég að sé miklu sterkari vopn fyrir okkur að geta beitt þessu afli sem að atvinnurekendur og fyrirtæki vilja svo gjarnan seilast í, það eru eftirlaunasjóður okkar, að stýra því bara þannig
að loka þessum sjóðum fyrir frekari fjárfestingum í atvinnulífinu þangað til að framtjóka uppfyrir, að það sé okkar sterkasta vopn. Við getum svo farið í verkfall með því. En þetta eru vopn sem að ég hef bent mínu félag á að reyna að nota, en það er bara eins og að tala um eitthvað, það er eins og að tala um vindla á kúpu eða eitthvað skilur við almóman. Þetta er eitthvað svona suss. Þetta er svona allavega eins og það er verkalýðsforystan í sjálf þessu vopnlaus. Og hún hefur afvopnað sig sjálf. En hún er líka bara að býta af sig vopn. Já, hún hefur alltaf ekki verið að brýna vopnið vegna þess að það hefur ekki verið haldinn einn samstöðufundur á vegum Alþýðusambandsins frá hruni. Ekki einn einasta. Ekki síðan hvernig gamlega. Verkalýðsforystan, hún vill ekki fólkið. Þeir spila þetta bara, þetta er alveg svo þeir vilja hafa það. Og fólkið hefur engan áhuga og vilja ekki að fólki hafi áhuga að koma að funda og taka þátt. Þeir ganga bara slátt eins og það komast. Og það er okkar að stýra því hvað þessu langt við viljum hleypa þeim og því miður hefur hleypt þeim allt og langt. En nú er tækifæri til þess að spyrna við fótum og ég vona svo sannlega að við getum öll agitera fyrir því að þetta verði fellt. Og hvað kom í staðinn? Ég var á fundi í morgun mínu vinnustað, ég er framhaldsskólakennari og það var fólk frá félagi framhaldsskólakennara, verkalýðsfélaginu okkar, að funda með okkur, öllum. Og þau spáðu bara, þá voru bara allir að tala um verkfall í haust. Það var bara áfram svona, verkfall í haust. Vonandi verður þetta... Hvað er komið til þér? Það sem hún sagði þessum mál. Við erum bara 300.000, ég er alveg samanlegaður. Það er alltaf þessi flokkræðis háttur á Íslandingum að þeir þurfi alltaf að hafa meira og betra og stærra. Og núna erum við með svona óbúslega marga lífeyrissjóði og hver lífeyrissjóður hefur það kostnað sem er alveg ógurlegur. Hversu mikið getur kannski sett upp einhvers konar prógram fyrir aðra lífeyrissjóði og einhver annar, senda á þá, hversu mikið sparast í rekstrarkostnaði lífeyrissjóðanna með því að sameina það í einn. Ég myndi segja svona alltaf 30–40% gæti sparast. Vegna þess að það sem hægt er að gera, það er bara rekstrarkostnaður, bara beint rekstrarkostnaður í kerfið myndi snarminka. En ég er líka bent á það að allar umsýslukostnaður sem fer í verðbréfaviðskipti, sem er borgað prósentur á fyrir einasta verðbréfi sem er keypt og sem er svo þóknað niður í bankakerfið og svo framvegis, bæði erlendar og innlendar, að ég hef aldrei skilið það á lífeyrissjóðinni geti ekki komið sér eignarhaldsfélagi eigin umsýslu á verðbréfum og eigin eignum til þess að tryggja allavega stóra hluta af þessum þóknunum inn í kerfið aftur. Og það er bara eitthvað sem er bann og líka að ræða vegna þess að bankakerfið á mjög mikið inntil með lífeyrissjóðakerfinu út af þóknunum og því fjármagni sem þeir taka prósentur fyrir ræðsíslanum. Þannig að þetta er leið. Ég held að segja að lækka hann kosta 30–40% og það eru, eins og segi, það eru 14.000 lífeyrisþegar með 200 krónur á mánuði gera ekkert annað en að borga rekstrarkostnaðinn. Það er mjög varlega áætlað. Það er hægt að tryggja allavega eins og 4–5.000 lífeyrisþegum allavega beinan, allavega að minnka þann hóp.